Fyrstu viðbrögð eftir þennan 4-0 sigur? Já, bara fyrst og fremst bara frábært að ná í 3 stig, nummer 1, 2 og 3. Og við erum í erfiðu prógrammi núna, þannig að það er bara gott að halda hreinu og skora 4 mörk. Þetta hefði við viljað skora fleiri mörk, en 4 er bara flott og góð 3 stig. Þú kemur um í daginn að það hefði viljað skora fleiri. Bönnuðu þið leikmönnum ykkar að skjóta mark í seinni hálfleik? Svo vorum bara að ná 10 sendingum að það mátti skora. Já, það var eitthvað svoleiðis. Þannig að það var, en þær gerðu þetta líka bara vel og þær voru þéttar og erfitt að brjóta. Algjörlega. Hvað þýðir þetta fyrir ykkur og framhaldið svona? Þeir eru ennþá einhverjum 10 mörkum eftir Blikum en þetta er ennþá bara barátta? Já, algjörlega. Mér finnst það fyrst og fremst snúast að halda góðum takt í liðinu, sóknarlega og varnarlega og í rauninni bara fara alltaf í hvern einasta leik og reyna ekki að vera að hugsa næsta og bara taka einn fyrir einu eins og svona gömul klísja segir sko, það er rauninni þannig. Algjörlega, og talar næsta leik og svona en eru þið samt ekki eitthvað að byrja að undirbúa Blikaleikin þótt þú talar að horfa bara næsta leik? Jú, við horfum alltaf á Blikana sko, en nei, við auðvitað eigum við þannig að bara harma hefna í þeim leik og þú veist, við þurfum bara á þeim tímapunkti að laga okkur spilamennsku og við höfum verið að vinna í því, þannig að við erum svo sem ekkert að pæla eitthvað mikið í því núna, við höfum erfiðan leik mútið Selfoss og við tökum mútið þeim í mjólkurbikarnum og við viljum klára þeim deildinni. Algjörlega, Gunnhildur Issa, yfirferðin á henni og annað, bara hvað getur þú sagt hana eftir þennan leik? Bara geggjuð, bara akkurat púslið sem okkur vantaði. Það hefur verið náttúrulega frábært að ná henni fyrir mót eins og planið var alltaf. En bara gott að fá hana mitt mót og hún gefur okkur ótrúlega mikið inn á miðjunni, gefur okkur vinnumissemi og hún líka vanmetinn fótboltalega. Hún að mínum mati besti miðjumaður sem hefur komið hérna á Hlíðarenda lengi sko, bara og hún gefur okkur ótrúlega mikið. Takk fyrir.